Takk fyrir það, Hjálmar. Ég ætla ekki að vera einn reyndar hérna að fara yfir þetta verkefni hjá okkur. Ég ætla að fá hann Sævar, hugbúnaðarsérfræðing frá Aranya, sem er eitt af hugbúnaðarfyrirtækjunum sem að vinna með okkur til þess að taka þessa kynningu aðeins með mér. Sævar dró stuttastráið samt í öllum þessum kynningum hérna í dag að fá að taka kynningu með mér því að Hjálmar gæti þurft að lána honum spjöldin til að stoppa mig af. Því að minn hluti verður kannski meira svona yfirborðskenndur og segja ykkur eitthvað sem þið kannski að ykkur leyti vitið. Og meðan Sævar ætlar að fara í það sem er svona meira substance og það sem ábyggilega flestir eru komnir hérna til þess að heyra, sem er umboðsvirknin í einsvæðingarþjónustunni hjá okkur. En mér langar samt að byrja svona aðeins á kannski að þakka ykkur fyrir að koma og velja þessa línu hérna til þess að hlusta á í dag. Þetta er besta línan. Hér ætlum við að tala um alvöru hluti og það sem við ætlum að gera hérna þannig að við ætlum aðeins að sýna ykkur þessar lausnir sem að Startup Íslandi er búið að vera að þróa. Þessar kjarnalausnir og við ætlum að fara, þetta er svona ákveðin verkfærakista til þess að hjálpa stofnunum og opinberum aðilum til þess að taka pínu fá pínu stökkpall inn í svona stafræna vegferð. Þannig að hér ætlum við að kafa ofan í verkfærakistuna, þannig að þið sem farið síðan héðan út verðið með fullt af tólum til þess að taka sér inn í verkefnin sem að bíða ykkar í fyrramálið, allavega á mánudagsmorgun. Við Sævar, þetta er línan eins og hún er í dag, við ætlum að byrja á innskráningu og umboði, við ætlum að fara svo að ræða þessu mínar síður. Fáum síðan kynningu á appi og skírteinum, svo kem ég aftur inn og tala um umsóknarkerfið, fáum síðan kynningu á stafrænu pósthólfi og endur svo á vefjum stofnana. Og við Sævar ætlum að byrja hér, sjáðu grafíkina, þetta er svakalegt. Við ætlum að ræða innskráningarþjónustuna og mér finnst svona pínu eins og ég sé að segja frá einhverju sem fólk bara þegar þekkir og hefur nú þegar séð það því að ég er allan með þetta í andlitinu hverjum einasta degi og ég efast ekki um það að allir hérna inni hafa einhverjum tímapunkti skráð sig inn í gegnum þessa þjónustu hjá okkur. Hún lítur svona út og svona helstu fítusar sem þið sjá náttúrulega bara hér er það að þarna skrá einstaklingar sig inn með rafrænum skilríkjum. Þetta er þessi þjónusta sem við bjóðum upp á þegar að einhver kerfi, vefsíður eða eitthvað slíkt þurfa að auðkenna notandann. Við þurfum að vita hver er þarna á ferðinni til þess að geta veitt honum aðgengi að réttu upplýsingunum. Eins og ég segi, þjónustan tengist beint við þjónustu auðkennis og býður upp á innskráningu með rafrænum skilríkjum. Við erum líka komið með tengingu þannig að sé hægt að nota auðkennisappið og það er þá hugsað fyrir þá einstaklingar sem að til dæmis eru ekki með aðgang að SIM-korti að þá geta þeir notað appið til þess að auðkenna sig og svo þeir sem eru ekki með snjallsíma eða slíkt það er hægt að nýta þarna skilríki á korti. Þannig eins og ég segi því ég þekki þetta. Við notum þessa þjónustu ofan á alls konar hluti inn á isla.is til að mynda mínar síður, umsóknarkerfið okkar notar þessa lausn og appið sömuleiðis. Við erum líka farin að taka þessa þjónustu upp með öðrum stofnunum og sveitarfélögum og ber það svona kannski helst að nefna að Reykjavíkurborg er búin að taka þetta upp fyrir nokkrar þjónustur hjá sér, þar með talið mínar síður. Landspítalinn er núna á lokametrunum í innleiðingu á Landspítala appinu og að nota innskráningarþjónustuna þar. Og svo er innskráningarþjónustan ofan á Loftbrú líka. Og svo er mjög gaman frá því að segja að við erum algjörlega á lokametrunum með að ganga frá að nota innskráningarþjónustuna ofan á heilsuvöru. Og það verður mikil búbót fyrir þá þjónustu að geta nýtt það. Bara örstutt, af hverju innskráningarþjónusta, af hverju er best að nota þetta tól sem er búið að búa til og býðst öllum stofnunum og sveitarfélögum, fyrir utan það að vera algjörlega ókeypis, sem er náttúrulega besti kosturinn. En þá gefur þetta svona, þeirra hefur ákveðna kosti í för með sér. Til að mynda það að við viljum þróa þetta innskráningu fyrir alla, þannig að allir hafi tök á því að sækja sér opinbera þjónustu og með því að hafa hana svona miðlægt á einu stað að þá gerir okkur kleift að bregðast miklu hraðar við þegar að tæknin kemst á þann stað að geta betur þjónustað svona jaðarsetta hópa sem að eiga erfiðara með að sækja sér stafræna þjónustu. Þannig að við erum fljótar að bregðast við ef þessi þjónusta er á einu stað. Að sama skapi þá er ein tenging við þjónustunni hjá auðkenni, þannig að þegar auðkenni fer í breytingar eða tekur upp nýja fítusa þá þarf ekki að uppfæra það hjá öllum stofnurum, heldur það bara gert á einum stað og virkjað eins fljótt og hægt er. Þessi þjónusta er skalanleg, þannig að við getum með mjög einföldum hætti innleitt og tekið inn meiri notkun á henni, innleitt hann hjá fleiri stofnunum og fleiri þjónustur. Og svo er það þessi ótvíræði kostur sem er þessi einskráning. Ég þurfti að fletta þessu upp. Ég mundi ekki hvað single sign-on var á íslensku en ég fann þarna tækniorðabókina og það er þetta einskráning.
að sem sagt ef ég fer inn til dæmis í dag og skráum mig inn á vefinn hjá Reykjavíkurborg, fer inn á mínar síður og þarf þaðan að fara og sækja mér ykkur á þjónustuna á Ísland.is, þá þarf ég ekki að skrá mig inn aftur. Þannig að það flyst á milli, sem ótvíræður kostur. Að því sögðu, þá vafalaust bitastæðasta virknin sem kemur með einstaklingahjónustunni, það umboðsvirknin. Og þar ætla ég að leyfa Sævari að fara meira á dýptina og þá hætti ég að blara í bili. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Gunnar. En já, ég ætla að segja ykkur aðeins meira frá umboðshlutanum og hvað hann felur í sér. En byrjum að fara aðeins yfir tegundir umboðum og við höfum eiginlega svolítið flokkað það í tvennt. Við tölum einhvers konar náttúruleg umboð sem einstaklingur hefur sem byggir á grunnskrám og það eru þessar 3 týpur þar sem við sækjum forsjárupplýsingar einstaklinga inn til þjóðskrá. Þegar þjóðskrá ábyrgðaraðili þessara gagna. Eins þá erum við að sækja sem sagt prókúruhafa fyrirtækja til skattsins og svo persónulegir talsmenn fatlaðra einstaklinga sem að byggja á réttindasamningum sem að félags- og vinnumarkaðsráðuneytið ber ábyrgð á. Hin hliðin svo eitthvað sem við köllum sérsniðin umboð eða custom á enskunni. Það eru bara umboð milli tveggja einstaklinga eða milli fyrirtækis og einstaklings. Það sem að einstaklingurinn eða prókúruhafi fyrirtækis fer inn á sérstakt viðmót og getur stillt upp réttindum úr skilgreindum mengi af réttindum með gildistíma og til að veita einhverjum aðgang inn í kerfi. Fyrsta útgáfan af þessu kerfi komin í loftið, þannig að allar stofnanir sem að hafa nú þegar innleitt á nýju innskráningarþjónustuna geta farið að nýta sér strax náttúrulegu umboðin. En í fyrstu útgáfu þá fókusuðum við sérsniðinu umboðin fyrir mínar síður Ísland.is. En það komið í lofti í dag, þannig að inn á mínum síðum þá geta einstaklingar eða fyrirtæki veitt öðrum aðilum umboð til þess að komast að gögnum eða þjónustu þar inn á fyrir sína hönd. En þetta að fara að breytast núna í vetur, þar sem við ætlum að auka virknina. En mér langaði bara rétt aðeins að sýna ykkur fyrst núverandi virknin á mínum síðum. Einhver ykkar hafa kannski nú þegar þurft að nota þetta eða kíkt á þetta. En hérna sjáum við í valmyndinni vinstra megin þá komin eitthvað sem heitir aðgangsstýring. Þar getur notandi farið til að sjá lista yfir umboð sem hann hefur veitt eða til að veita ný umboð. Og þegar hann veitir umboð eða að skoða umboð sem hann hefur veitt, þá sér hann þessa valmynd þar sem hann getur stillt af réttindin. Þetta þarf í rauninni kerfið að skilgreina, þá eins og mínar síður hafa skilgreint hvaða réttindi eru leyfileg fyrir umboð. Og þarna þetta að veita umboð að því að skoða ökutæki eða inn í pósthólfi eða þess háttar. Síðan hin hliðin að það að skipta notanda og fara inn fyrir einhvern aðila sem þú hefur umboðað. Þannig hérna ég sem gerðumaður Færeyja á forsíðunni á mínum síðum og ef ég smelli á nafnið mitt upp í hægri horninu þá fæ ég valmöguleikann á að skipta notanda og þá ég sendur á innskráningarþjóninn sem að birti mér þá lista yfir þá aðila eða fyrirtæki sem að ég hef umboð fyrir og get á valið að fara inn sem einn af þeim. En eins og ég sagði að þá þetta við erum að fara að bæta þjónustuna, þetta að fara að breytast. Það sem að fókusin núna að gera þessi sérsniðnu umboð aðgengileg fyrir kerfi stofnana, en ekki bara mínar síður Ísland.is. Þannig að það vinna sem nú þegar hafin og ég ætla að fá að nýta tækifærið og sýna ykkur hönnunarmyndir af því á eftir, hvernig það mun koma til með að líta út. En þá verður miðlægt viðmót inn á mínum síðum, þar sem að notandi getur farið inn og hann getur valið sér kerfi, þar sem hann að stilla til inn í hvaða kerfi stofnana hann að veita umboð og eins geta þá stofnanir sent nota þangað í þá fyrirfram stillt setup þar sem að hann að veita umboð í eitthvað ákveðið kerfi og auk þess ætlum við að bæta við innskráningarsögu, þannig að ef þú ert búin að veita nokkrum aðilum umboð að þá getur þú séð hvar og hvenær aðilar að nýta sér umboðin fyrir þína hönd. En kíkjum bara á hvernig þetta mun koma til með að líta út. Þannig hérna sama síðu og áðan, þar sem við sáum smeltum aðgangsstýringu vinstra megin í valmyndinu og við fengum yfirlitið. Nema núna hérna efst komið sem sagt, þetta virkar, leysið við, áru komið 2 flipar, þannig að þú getur valið að skoða umboð sem eru sem sagt frá þér, sem þú hefur veitt öðrum, eða umboð sem eru til þín sem aðrir hafa veitt þér. Og í umboð frá þér til annarra, að þá þarftu að velja eða getur skoða eftir kerfi og þú getur leitað eftir nafni eða kennitölu
Og hérna sjáum við þá dæmi þar sem að spjaldi hefur uppfærst til að tilgreina það og hérna er eitthvað umboð sem að Vilhjálmur hefur veitt Vilhelmínu inn í Landspítalappið. Og þá hérna er sama skjámynd og áðan þar sem út að stilla upp réttindunum og velja, nema nú erum við að draga betur fram hverjum er verið að veita umboð og bættum við þá inn í hvaða kerfi þessi réttindi gilda. Við erum að reyna að einfalda notandanum að stilla gildistíman, þannig að nú er hægt að gera það bara á einu stað fyrir ofan ef það á sami gildistími að gilda fyrir öll réttindi, en annars er hægt að láta mismunandi réttindi gilda til mismunandi tíma. Og hér er svo dæmi hvernig innskráningarsagan gæti komið til með að líta út, að þá erum við með dagsetningu, mögulega tæki og stað, nafn aðilans og inn í hvaða kerfi hann nýtti sér umboðið til að gera eitthvað fyrir þína hönd. En ef við tala umboð, þá er mjög mikilvægt að hafa rekjanleika á öllu sem er gert og aðgerðum notanda. Þannig að það er ekki bara vefir sem geta tekið upp innskráningarþjónustuna, heldur einnig vefþjónustur. Og það býður upp á aukinn möguleika í rekjanleika að þá er þetta að sækja gögnin alla leiðin í bakenda ennþá í nafni notandans. Þannig að sem dæmi inn á mínum síðum þegar að notandi hefur skráð sig inn og er að sækja upplýsingar ökutækin sín, að þá hefur Samgöngustofa búið til vefþjónustu sem að styður nýju innskráningarþjónustuna. Þannig að það voru mínar síður að senda aðgangstóka þangað inn í nafni notandans og sú vefþjónusta á Samgöngustofu les þá bara úr tókanum hver aðilinn er og skilar réttum ökutækjum. Í staðinn það sem áður var kannski verið að nota einhvers konar kerfisauðkenningu, notandi og lykilorð og svo send kennitala með og þá þeirra aðilar sem hafa þennan notendaaðgang gátu misnotað og flett upp öllum. Hér er það komið meira öryggi ásamt í að það var rekjanleiki á notendanum alla leið og ef þetta væri í umboði að þá, ég mun sýna ykkur það betur eftir, að þá fylgir einnig umboðskeðjan með. En aukinn rekjanleiki fæst líka þegar notandi er sendur á milli vefsvæða og gott dæmi það er að nú eru komnar nokkrar umsóknir inn á Ísland.is þar sem notandi þarf síðan að greiða fyrir eins og hann að sækja nýtt sakavottorð. Þannig að notandinn klárar að fylla út umsóknina inn á mínum síðum Ísland.is og svo er hann sendur inn á greiðslugátt Fjársýslunnar, arkið, þar sem að hann rauninni flæðir bara og þar sem að arkið hefur tekið upp nýju innskráningarþjónustuna að þá er bara auðkenning notandans afhent áfram, þannig að notandinn flæðir bara beint á milli, arkið fær strax upplýsingar hver þetta er, þannig að það er þá meira öryggi, rekjanleiki og betri upplifun fyrir notandan, hann þarf ekki að lenda á einhverju millisíðu og innskráða sig aftur. Og eins þarna ef að bæði þessi ferli eru með umboðum að þá fylgir alltaf hvaða raunverulegu notandi situr við skjáinn og ég vildi kannski bara enda á því að þetta án að vera þróunarlínan, þetta er svona teknilegasta sem við sýnum ykkur. Við langaði að sýna ykkur bara inn í auðkenningar og aðgangstóka. Hérna vinstra megin er þá auðkenningatóki. Það er eitthvað sem við afhendum meira vefum sjálfum. Þeir geta þá lesið út nafn einstaklingsins og svona fleiri svona prófæl tengdar upplýsingar, fæðingardag, kyn. En þetta er sem sagt, báðir þessir tókar eru í umboði, þannig að fáum við upplýsingar tegundir af umboðinu. Hérna er þetta custom fyrir sérsninu, það geta verið legal guardian fyrir forsjá og prókuru. En við höfum þá hérna nýtt auka property sem heitir þá actor, það sem við sjáum gerfumaður Færeyja, það er þá notandi sem situr við skjáinn og er að gera fyrir hönd hins aðalans. Hægra megin er svo aðgangstóki, hann er mjög svipaður en þetta er þá það sem er verið að senda vefþjónustu þegar verið að sækja gögn. Það sem bætist við hér eru þá réttindi eða skóp sem að skilgreina þá réttindin sem þetta umboð hefur sem getur verið þrengra heldur en, en allt vefkerfi hefur í heild sinni. En annars erum við með minna prófílupplýsingum en hérna eru bara kennitölur þá beggja notenda og því geta bæði kerfi, öll vefkerfi þar sem þetta flæður á milli skráð alla aðgerðasögu umboðskeðjunnar í heild sinni. En nú ætlaði Gunnar fá að loka þessu. Já. Heyri það þau mér, já. Hérna, bara eins og í öllu sem við gerum á Ísland.is að þá á að vera mjög skýrt fyrir notandan hvað hann á að gera næst. Og hér er það sem þið gerir næst, ef þið viljið taka upp þessa þjónustu. Það er hreinlega bara að fara inn á Ísland.is/samstarf og hafa samband. Voru komnar einhverjar spurningar, Hjálmar? Fyrst að það er hrósa ykkur bara fyrir góða tímastjórnun. Mér dettur í hug ein spurning. Þetta er frábært og náttúrulega flestir hérna í salnum eru
úr opinbera geiranum, en mér finnst þetta mjög spennandi hérna bara fyrir alla. Hvernig samstarfi hagað ef að einkageirinn vill nýta sér þessar þjónustur? Það er mjög góð spurning og það er alveg spurning sem við heyrum oft. Svona í sögulegu samhengi að þá hefur Ísland.is rekið einskráningu þjónustu sem hefur verið aðgengileg atvinnulífinu líka. En með þessari þjónustu þá viljum við frekar opna á tækifæri fyrir bara einkageirann til þess að taka við keflinu þar fyrir þá bara sína viðskiptavini. Þannig að áherslan hjá okkur ennþá er allavega bara á stofnanir. Þannig að svona allavega fyrst sinn. Takk hérlega. Ég held að við höldum bara áfram. Það komið að því að við fáum að heyra mínar síður og ég komin hérna með betri ég komin hérna með betri upplýsingar og ég mun ekki gleyma fyrirgefðu Sævar, ég mun ekki gleyma neinum held ég, svo lengi sem ég hef réttar upplýsingar í þessum lista hér eftir.